Rollins og sungir í laginu Við erum mættir hérna FM 95 Blö Ötti Blöndal og nýbakaður faðir Sverrir Þór Sverrisson, verður velkominn. Takk fyrir gamli. Kallinn bara orðið 3 barna faðir. Já. Það er ekkert annað. Það verður ekki tekið af manni. Nei, þú getur þetta. Mátt eiga það. He shoots, he scores. Það er ekkert shooting blanks þarna. Nei, það er ekki að minna það. Herðu, þú átti fyrir strák og stelpu. Já. Bæði æðisleg. Hvað var það nýjasta? Heyrðu, það kom lítill tippalingur. Það kom tippi. Já. Þannig að þú 2 strák og 1 stelpu. Já. Þannig að það eru fleiri strákar á heimilinu. Það eru fleiri, við erum ríkjandi. Já, menn það er ekki bara flott. Jú. Var ykkur, ef þú átt bæði strák og stelpu, er það ekki svona slett sama hvað það verður? Jú, þá er maður ekkert mikið að pæla í því, sko. En það vissum við ekkert hvort það var, sko. Nei. Þannig að það var líka stemming hvort þetta myndi koma þessu ári eða næsta og hvort þetta var strákur og stelpa Já, allt svona og allt gekk vel, eða ekki? Já, þetta var því lít stuð maður. Já, hvernig verður hann skýrður? Heyrðu, ég veit það ekki. Nei. Jó, við þurfum að finna nafn, við erum ekkert búin að pæla í því, sko. Nei, ok. Það verður skýrður svona eftir kannski 1 mánuð, 2. Er Auðun að hylla þig? Nei, ok. Ekki sérstaklega. Ekkert mál. Hugi, vinur okkar, Hugi, hann eignaðist barn á árinu og hann skýrði Auðun. Ég veit það. Það er kannski alveg nóg. Og það er sko, dálítið gaman að segja frá því, hann skýrði Auðun og þið eru æskufélagar. Já. Og samt var hann ekki að skýra í höfu á þér, þú veist það. Hann er búinn að viðurkenna. Nei. Hann er búinn að viðurkenna. Nei. Jú. Hann viðurkenndi fyrir mér þegar ég fór að heimsóta hann. Já. Að ég alveg, hvað akkur ást að skýra Auðun? Hann bara, ég fekk engum þetta ráð, þetta var bara konan og... Já, þau eru búin að segja mér að það hafi verið að auðvitað það spila inn í. Hvað heldur þetta sé bara mesta tilviljun í heimi eða? Þetta er ekki það algengt nafn í fyrsta lagi og þetta er búin að besti vinur minn sem við vorum 12 ára. Já, hann hugsaði þetta bara. Nei, hann myndi aldrei skýra, hann var ekki að skýra í höfuð á þér. Víst. Nei. Jú. Það var hann víst að gera. Nei, hann sagði mér annars, sko. Já, bara því að hann hefur verið eitthvað feimið við það því að þú varst að spyrja hann bara svona, hvað ert að skýra Auðun? Bara þú hefur farið svona að honum og hann hefur stressast við það. Ég þekki alveg hvernig þú ert, Sverrir. Já, en ég á eftir að skýra, ég veit ekkert hvað ég á að skýra. Nei, ok. En myndur ef ég myndi deyja í kvöld, myndur þú að skýra Auðun Blöndal? Nei. Til að heiðra minningu mína. Klína þín nafni á barnið mitt til margar ára maður. Til margar ára. Herri, það er stór skemmtileg þáttur í okkur Sveppa hérna í dag. Við erum með, hitaklefan og í fyrsta sinn í hitaklefanum er ekki stjórnmálamaður. Já. Þetta er samt stúlka sem hefur komið nálægt stjórnmálum. Já. Já, ég meina Sveinn Andri. Þetta er hún Kristrún Ösp. Já, hún er í hitaklefanum og það eru breytti tímar, það er nýtt ár og við ætlum að víkka út hitaklefan á þessu ári. Það voru nokkra spurningar sem við vildum spyrja hana Kristrúnu, það er bara þannig. Já, það var ýmislegt sem að þurfti að koma í ljós og það var ýmislegt sem kom í ljós í hitaklefanum. Þetta er mjög juicy hitaklefi sem fáið hérna eftir. Hann verður hérna á slaginu 5 í cirka bát. Já, svo erum við líka með vinningdum í Mútu. Já, mamma er hress. Og svo ætlum við að hringja til Bandaríkjanna og út af Cal Worthington. Já, heyrðu, Anna Mjöll, hún skildi. Já. Þau eru skilin. Já, þau eru að skilja. Já, þau eru að skilja. Það þarf nú að drífa það af, hann geti dáið. Já, þetta er eins og ég var að hugsa. Þetta var ekki alveg þannig sem ég held að þetta samband myndi enda. Ég held nú að myndi nú... Já, þetta samband myndi alltaf enda því að hann myndi deyja. Já, maður held það einhvern veginn þegar maður las þetta fyrst. Já. En svona gerist bara, fólk, stundum semur fólki bara ekki. En ég meina, svona ljótt að segja, nú hefði hún ekki getað þrauka þessi 2-3 ára. En þetta lítur illa út fyrir hana, sko. Já, en svo þarf ekkert að vera, þú veist, það er núna að vera að kalla hana gold digger á einhverjum síðum út í Bandaríkjunum eitthvað. Já, og manni finnst það nú ekkert eitthvað sjúklega skrítið. Nei, reyndar ekki. Og veist, þetta er moldríkur, eldgamall kall, það er 50 ára á milli þeirra. Já. Og þau eru saman í hvað, hálfa viku? Já, veist, þau eru saman bara í nokkra mánuði. Já, þetta er sorglegt. Það er eitthvað svo skrítið, þetta er svo skringilegt, sko. Já, en kannski var hún geðveitt skotin í honum. Nei. Það getur bara ekki verið að þú bara hrífist af gömlu mönnum, sko. Nei, það er bara eins og, það er engin ástángin á múmíu, sko. Það er bara, en reyndar hef ég alveg séð á myndböndum með þessum kallið að hann virkar alveg hress en þá, sko. Já, hann er ekki að deyja, hann er ekki öndunarvél, skilur. Nei. Þó hann sé 90 og hvað hann, 91 að sjá. Það er ekki alveg sama hvernig hann deyr núna, það er alltaf eðlilegum orsökum. Hann er komin á þann aldrei einhvern veginn. Og hann fengi í sig bara stein, sko.
Hann svona dead man walking. Hún segir það. En ætli hún sé að fara eitthvað erfan eða? Veistu eitthvað hvernig það málið allt saman? Já, hann hefur pottitt gert eitthvað samning, sko. Já, svona sáttmála. Já, en ekkert bara, þú fær 50% öllu, wú. Nei, nákvæmlega. Það eitthvað annar. Já, pottitt, sko. Og ef hann hefur ekki passað upp á það, þá eitthvað sem segir mér að börnin hans hefur passað upp á það, skilja. Já, bara hann örgulega hóki, hann bara með örgulega svona 20 lögfræðinga í kringu sig allan daginn, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að Anna Mjöll ekki beint að fara að erfa þetta allt, en nú veist, hún fær pottitt eitthvað, sko. Já, það stendur hérna, hún að fara að fá eitthvað svona alimony, eins og heitir, þannig að þá hann að borga henni, sko, góðan pening á mánuði. Já, einmitt. Bara svona sem hún fær fyrir að hafa verið konan hann, sko. Þægilegt. Já, það kannski það sem hún var bara að sækjast eftir, skilur. Já, ég meina, svo þá óskuðinni bara til hamingju með það. Já, það var vel gert hjá henni. Það var eins og einhver sagði, sko, af hverju hún ekki valin viðskiptamaður ársins? Segðu þið. Já, þetta fallegt lag. I will go wherever you will go. Já. Það bara þannig. Þetta jólalag, eða? Nei, þetta bara eitthvað svona fallegt lag með henni Shalene Soraya. Hver það eftir? Ekki hugmynd. En það ofta með svona jólalög, það alltaf svona, veist, hann verður hjá mér jólin. Já. Skilur? Ég vil eiga jólin með þér. Alltaf eins og þetta sé bara eitthvað svona, bara, ég með manninu mínum, eða þeim sem ég elska jólin. Já. Eitthvað eins og það sé eitthvað gett. Er það ekki málið? Já, veist, þetta náttúrulega bara jólin. Jólin, býtu, gangi ekki jólin út af það að vera með fjölskyldunni og þeim sem hún elskar það? Jólin eru hátíð barna. Já. Skilur, þetta bara fyrir börn. Já, það kannski hljómar svolítið creepy. Þú ert að fara að syngja bara, ég hlakki svo til að vera með börnum jólin, sko. Já, með börnunum þínum kannski. Já, það allt annað. En eins og ef ert bara, skilur, bara hitt eitthvað stelpu eða stráka eða whatever, skilur, bara, mér langar svo að eyða jólunum með honum. Mér langar svo að eyða jólin, þetta er bara aðfangadagur, jóladagur, búið. Hvað áttu að vera búin að lengi saman, eða ætla að vera saman með jólin? Hvað finnst þið til mér? Lengi saman? Já, finnst þér eðlilegt, þú ert búin að vera hitta píu 1 árið séu saman jólin? Nei, þú þarft nú að vera alltaf búin að kynnast kannski tengdaforeldrunum, sko. Já, fjölskyldunni og jafnvel eiga börn bara, sko. Já. Nei, ekki? Herru, hvernig voru áramótinu þér? Hvernig varstu skaupið? Skaupið var alveg ágætt, sko. Það var margt gott. Já, Já, þetta er svona eins og alltaf, sko. Það er svona, sumt skildi ég ekki. Já. Og fannst það ekki fyndið. En annað fannst mér ógeðslega fyndið og já, það er alltaf einhver góðatrið og svona. Já. Þetta er aldrei hörmung. Ég var einmitt að ræða þetta við pappa, sko. Hann er svona skaupfíkill, sko. Já. Elskar skaupið og hlustar á allt og svona. Honum fannst það gott, sko, en hann skildi sumt ekkert, sko, eins og til dæmis, hann veit ekkert hver Ásgeir Kolbeins er. Hvernig er ekki hægt að vita hver Kolfaðurinn er? Pappi, sko. Hvað er pappið þinn búin að gera? Hann er bara venjulegur maður, skilur. Já, venjulegur maður sem þekkir ekki veitingamannin Ásgeir Kolbeinsson. Nei. Það er ekkert venjulegur maður. Já, veist, hann hafði heyrt af þessum öllum einhverju svona VI-partíum og svona, veist, og vissi svona pínu svona hver þessi líf var þarna, heilulíf og það, sko, og búin að heyra af því og svona. En hann var alltaf, ég skildi aldrei með hennan Ásgeir Kolbeins, hver er það? Já, þetta og akkur er verið að taka hann eitthvað fyrir í skaupinu, þú veist. Það er líka svo fyndið. Ásgeir Kolbeins er bara eitthvað gæi sem að ekki segja Ásgeir Kolbeins er bara einhver gæi, Sveppi. Jú, og hann vil örugglega bara meina það sjálfur, Kolfaðurinn. Já. Þú veist, svo er bara verið að taka hann í sérstökum áramóta þætti sem að 90% þjóðarinnar horfir á, gerum grína Ásgeir Kolbeins. Já, þetta er líka skrítið, sko. Já, það er líka mjög fyndið að nú er ég búin að sjá viðtal við Ásgeir Kolbeins, ég er búin að sjá viðtal við Tobbi Marinós og ég er búin að sjá viðtal við Sif Friðleifs. Og þau svara öll eins. Hvernig fannst þið nú að vera að gera grína þér í skaupinu? Já, er þetta ekki bara þannig að maður sé að gera eitthvað rétt fyrst að nú að vera stríðamanni þarna og ég er bara stoltur af þessu. Eða stolt. Já. Og Tobba bara, mér finnst þetta æði. Já. En þú veist, það er eins og sé búið að kenna fólki hvernig það á að svara bara þegar þú ert tekin í gegn í skaupinu, sko. Já, og maður hugsa þetta sjálfur, ef við hefðum verið teknir fyrir. Við fengum nú aðeins þarna á stjórnun. Já, það var stjórnun, sko, það var ekki bendur að gera grína okkur sérstaklega. Það var svona að vera ben. Já, en ef maður er tekin fyrir og myndi svo koma í viðtal í Íslandi í dag eða Kastljósi, hvernig fannst þér að vera tekin fyrir í skaupinu? Þá myndi maður vera svona... Maður myndi aldrei segja þetta á viðbjóður. Nei, maður veit, og maður myndi alltaf vera, já, vissilega gaman að... Já, ég veit, ég er að segja það, sko. Maður orðin einhver svona spaði eða eitthvað svona, já, ég var í skaupinu, vei. Tobba var mjög ánægð með þetta. Já, ég trúi því. Bara stolt af þessu, sko. Já. Ég hefði gert öðruvísi grín á Tobbu, sko. Nú, hvernig hefði þú gert grín á henni? Ég fengi, sko,
ég hef gert svona prúðuleikara grín. Fengið svingu, skilur hann svo líka henni. Fyrst það, ok, fannst þetta. Og meira segja, Kalli, maðurinn hennar, ef þú myndir mála hann grænan, þá hann alveg svo Kermit. Já, þannig að þú myndir bara láta þau vera saman. Fíla. Herðu þeir að hlusta á FM 95 blöð, fyrsti þátturinn á 9 ári. Er það fyrsti þátturinn? Já. Fengum jólafrí alveg til 3. jan. Það er Simmi Vill á ammali í dag. Sigmar Vilhjálmsson maður. Já, 35 pappi okkar maður. Hálffertugur. Já, við getum að ringja hann eftir. Gætu þurft, svo veit ég. Villi Naglbítur líka ekki. Villi Naglbítur á ammali. Já. Þeir tveir eiga ammali í dag, sko. Simmi Villi. Simmi Vill og Villi Vill. Já. Og allir sér kalla. Já, ringjum í það á eftir. Já, ringjum á eftir. Það er gaman. Ammælisbörn. En herru, svo erum við með hitaklefann hérna á eftir við Sveppi og það er Kristrún Ösp. Já, fyrirsæta og stúlka sem hefur verið mikið að milli tannanna fólki. Það gæti komið spurninga eins og hver á barnið Kristrún? Og fleiri þannig að fylgjast þið með því svo ætlum við að ringja til Bandaríkjanna og að tjekka á Cal Worthington. Já. Og svo erum við með múttu og fleira þannig að það er smekksneisa herði og svo er einn góður vinnur okkar Heiður Smári Guðjónsson, hann er búinn að staðfesta það að hann verður hérna sem gestur á morgun. Þannig að hann kemur og hittir mig og Pétur og nú er það staðfest. Hann ætlaði að koma daginn og að klikka. Hann er búinn að lofa að hann mætir á morgun, þannig. Já, sko, tekja á því. Hann er svo mikill bjáni að þú skalt ekki lofa neinu. Jú, ég heyrði það á hann sagði, já, ég kem. Það var ekki, ég ætla að reyna að koma eins og hann segir stundum, hann reyna að forða sig frá öllu, bara svona, jú, ég ætla að reyna það. Hann sagði bara, ok, ég kem. Að því ég sá hann, ég ætla að auglýsa það núna, sko. Okay. Þannig að hann mætir á morgun. Það gæti breyst. Nei, breytist ekki. Hann er svolítið vitleysingur, sko. Já, herðu, hvernig heldur árið verði, Sveppi? Hvað ætlar að gera árið 2012? Hann alveg 3 börn, já. Það veit ég ekkert um það. Finnst þér ég minni maður en þú af því að ég á ekkert barn? Já, mér finnst þú svona, ég er náttúrulega búinn að taka út alveg sjúklega mikinn þroska. Já, ég veit það. Ég er líka samt. Ég er orðinn svo rosalega þroskaður. Þú ert hættur að safna hlandi. Hættur að safna pissi, sko, og búi í bílskúr. Hvað varstu, ég veit ekki, þú hefur actually beðið um að ræða þetta ekki, en hvað varstu gamall þegar þú varst að safna pissinu? Ég var ekkert beint að safna því, það var bara ekki klósett í bílskútum. Já, hvað varstu gamall? Ég var svona rúmlega 20. Eitthvað svona, já, þú veist, frá svona 19, 20, 21. Ég ætlum að segja 14, sko. Nei, þá bjó ég í bílskúri, mömmu og pappa, það var ekki klósett og maður var kannski að horfa á vídeo og nefndi ekki út í kuldan og pissaði ég bara í flösku og setta hann inn í skáp. Já, æðislegt. Það varst með fullt af flöskum. Já, og svo þurfti ég að tæma náttúrulega. Þetta var ekkert að hjálpa sögunniðinni, sko. Bara æja á svo kaltinni, pissaði bara í flösku og setta hann inn í skáp. Þetta er sannleikurinn, sant, sko. Það veit, en þú ert náttúrulega búin að þroskast, þú ert orðinn 3 barna faðir í Heiðagerðinu núna, Sveppi. Já. Þannig að það er bara, það er ekkert að rakka þetta niður. Nei. Ég hef búin að taka út mikið, eina sem það er, ég er búin að lesa mikið á netinu og heyra mikið fólki svona, jæja, 2012, ég veist að ég hef bara góða tilfinningu fyrir þessu ári. Já. Og allir svona, 2012, ég held að þetta veri gott ár. Er það ekki sammála? Já, jú, ég held ekki, ég veit ekki það, sko. Þetta er bara svo að segja, skiluru, í lok júli. Ég held að ágúst verði aldrei sérstaklega góðu mánuður. Já, þetta er svona, þetta kallast bara bjartsýnisveður. Já, veist það, ég er aldrei spenntur fyrir haustinu. Nú, já, ég held að þetta verði gott haust. Hver er mér ekki drullu saman, maður? Þetta verði besta hausti, það er bara nýtt ár og þú bara heldur áfram að gera sem þú varst að gera. Já, og veit náttúrulega janúar núna, þú þekkir hvað ég er í janúar. Edrú. Já, janúarblöð. Það er búin að vera síðustu 2 ár, það er núna 3. ári núna. Já, en sko... Þú ert aldrei verið að fegin að hitta janúarblöð og núna. Þetta var blöð í jólhjómni, sko. Ég veit að þú ert eiginlega búin að drekka jafn mikið í desember eins og þú myndi gera bara venjulega á 2 mánuðum. Nei. Þú náður að þjappa því í 1 mánuð. Það voru 4 skipti hérna. Dauðadrukkin á Þorláksmessu. Nei, 0, þú veist ég myndi aldrei vera fullur á Þorláksmessu, þú veist það sjálfur. Jólabarnið blöð. Ef ég myndi hringi í þig og segja þér, ég væri að fara að rífa flippan á nokkrum kvöldum heima maður. Ekki Þorláksmessu, lofa. Fullur á aðfangadag? Nei, ég er ekki í lagi með þig. En þú færði þig? Já, fullur annan í jólum. Annan í jólum? Já. Það er svona, fyllir í stagur. Já. Og svo aftur, ok. Þú tókst þetta og þjappaðir söllu saman að það milli jól og nýjás. Já. Svolítið. Við kynna það. En ætlar að vera edrú núna í janúar? Já. Það er bara það er bjór á línuna á hvern einasta hlustandi FN í með blöð, ef við klikka. Það er bara það. En þetta er samt með þetta ár. Ég tek engin svona áramóta heiti.
Nei, ekki heldur. Mér finnst það aðstæðanlegt. Eitthvað svona, já, ég ætla að bæta mig á þessu ári því að vonbrigðin verða svo mikil maður stendur sig ekki að það langt best að halda bara kjafti og halda áfram, skilur, að gera sem hann varst að gera. Ég reyndar held að 2012 verði gott ár. Guppaði, slakaði maður. Herðu, fáum smá auglýsingar og svo styttist í hitaklefann. Það Kristrún Ösp og ég skal lofa ykkur því að hann verður áhugaverður. Ójá. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins í beinni útsendingu alla laugardaga. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenskir listinn á laugardugum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. FM 95 Blö er í boði. Við hjálpum þér að brúa bílið jólin. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Snillingurinn Páll Óskar Hjálmtýrsson með lagi Megið það byrja með mér. Palli maður, hann snillingur. Já, Palli, það maður sem á allt gott skilið. Ríkalega duglegur og sætur. Já, bara góð manneski einhvern veginn. Já, en hann hommi. Það reyndar rétt þér. Það má aldrei gleyma því. Það reyndar ekkert að því. Talandi snillinga, þá maður sem hefur lent í slagsmálum við Sveppakrull. Hann heitir Sigmar Vilhjálmsson. Sveppi beitarinn eftir ásáttíð 365. Hétt reynda þá Norðurljós og við ætlum ekkert að fara neitt nánar út í það. Fór í skottinu heim. Sveppa var hend í skottið eftir einu og góð ásáttíð. Og ég skilur eftir einn fullur og þið öll farin heim. Herðu, við ætlum að hringja hann Simmi Vil á afmæli í dag og ég ætti nú að fá hann inn á línuna. Simmi Vil, rauðherður og... Já, halló. Er það rauðherða afmælisbarnið Sigmar Vilhjálmsson? Já, takk. Gótt að setja blessaður. Takk fyrir að muna. Þú ert í beinni á FM 957. Já, á FM 95 Blö. Það horrið. Hvað segir þú? Fín, takk fyrir að ringja maður. Já, við erum með þessa reglu. Við ringjum í svona fræg og skemmtilega afmælisbörn. Í hvað gaman. Nei, við erum aðlega líka bara að ringja í góðan vinn. Já. Það má aldrei gleyma því. Hvernig ertu, Sigmar minn? Ég er rosalega fín, þrátt fyrir aldurinn. Hvað ertu, 35 ára? Já, 35 ára. Djöfull er það mikið, maður. Hvað ertu gaman þegar ég kynntist þér? Það er gæðveit gaman. Sko, þegar þið kynntust, þá var... Já, 23 ára heldur ég kynntist þér. Ég man eftir nefnilega einu sinni. Þá fór ég með Audda, þá var Auddi nýkominn frá Sauðárkróki. Vissi ekkert hvað lífi snerist. Var bara í joggingbuxum og nægúlpu. Hvítu nægúlpunni, dúnúlpunni. Og við fórum í ammali, ég, Íris og Auddi fórum saman í ammalið þar sem að þú og Ásgeir Kolbeins hélduð ammali saman á Astró. Já. 25 ára ammali mitt. Ég hef 3 sinnum haldið upp ammali mitt. Og alltaf með Ásgeir Kolbeins? Nei. Það var í tvítugsafmælinu mínu hérna á Egilsstöðum á Samkvæmispáanum sem var skemmtistæðurinn þá. Samkvæmispáin? Hver átti það? Þá braut ég blað í afmælishald á Egilsstöðum. Ég bauði upp á bjór og á veitingastað og var með DJ og svona. Já, vá. Ég var 25 ára afmæli með Ásgeir og svo var helt kona mín svona surprise party fyrir mig þegar ég var 30 fyrir... Alveg rétt, já. Ég mætti það, Auddi mætti ekki. Já, var ég veikur, ég var ekki ellendis eitthvað. En við byggum nú samt í sirpu fyrir þá, vídeosirpu. Já, það er rosa gaman, það var mjög gaman. En það hérna, það er nú ekki margir sem vita það, þegar þetta surprise ammalið þitt var, þá varst þú í mat heima hjá Ómari vinniðinum, og áður en að þið fóruð í surprise ammalið, þá fékkst þú SMS. Frá Audda. Nei, var það frá Audda? Þar sem hann uppljóstraði því að þetta var... Það var ekki frá mig. Nei, það var frá Gassa. Já, ekki verið að klína þess á mig, það er eins og ég sé alltaf. Það hef ekki með dag, ég vildi ekki að þið verið þetta með þér. Já. Ég bara, okkur er Gassi gýr að senda mér... SMS. Það var æðislegt. Og þá svona fór mér eitthvað að gruna, sko, því það var eitthvað sem beði mín. Já. En það var samt gaman. Hvað er það að gera í dag, Simmi? Ég er bara að sækja börnin mín á leikskólan. Já, það er alltaf sama, það er alveg sama hvernig maður tala þig og Sveppa, það er alltaf einhver þig og þessi börn ykkar. Maður er bara í því, núna. Við erum góðir í því, maður. Ég er rosalega, ég veit ekki okkur, mér finnst einhvern veginn, það var gaman, eins og miðnætti þá kom kona mín með afmælisgjöf handa mér og bara til hamingju og... Hvað var það?
Ég fekk Timberland skó. Ok, vel gert. En síðan einhvern veginn bara ég meira í því að halda upp afmæli annara. Já. Þetta náttúrulega ömurlegur dagur til að eiga afmæli. Já, þetta væri skelfulegt ef ég ætti afmæli 3. jan. Ég held náttúrulega alltaf upp afmæli mitt, sko. Já, ég veit það. Það er líka því að það er að því að það er á sumrin og svona. Ég byrjar að plana gjöfinu þeirra núna fyrir afmælið. Vel gert, fíla það. En minn æsku vinur, hann Egill, fæddur 24. desember. Nú er það. Ok, það er margt draumar. Og ég gef hann alltaf afmælisgjöf. Og hann hafði þann hátinn að við vorum yngri, hann hélt alltaf afmælið sitt eftir mér, hélt að í janúar. Já. Hann reyndi að gefa mér nógu góða gjöf til þess að ég fyrir að toppa hann, sko. Það er sniðut. Vel gert, já. Það er ekkert grín sem Jón Gnarr sagði í stand-upinu að eigandi afmælið 3. janúar, þá eru gjafirnar oftast bundnar þar sem fæst á bensínstöðum. Nú breytt núna kannski. Og iðulega útsöluvörur, það er alltaf útsölur. Þannig að ég fæ alltaf vörur, ef einhver gefur mér eitthvað sem ég fíl ekki, þá get ég ekki skilað því að þetta var útsöluvara. Anna konaðin gaði gömlu Timberland skona? Nei, þetta er ekki. Hún gaf mér þeim að voru komið í gær, þannig að ánægilegt. Nó. En þetta er samt ekki sérstakur dagur til að eiga afmæli. Var þetta vesen þegar það var skrakki og svona? Ég fann það ekki fyrir, sko. Nei, þetta skiptir engu raskat máli. Ég var alveg að groppa með það að vera orðin 10 ára þegar ég mætti skólan eftir jólafríð. Já, það er svona að þú er alltaf fundið eitthvað svona. Já, ég var alltaf á undan, sko. Já. Ég var á undan minni kynnslóð. If you're not first, you're last. Já. Það er eitthvað sem að minn nýi getur ekki sagt. Hann er 29. des. Já, greiðist rákur. Aumingja það barn maður. Svo hann líka ljótuð þegar hann fættist maður. Það er ekkert að hjálpa, sko. Ertu ekki að tala nýja barnið þetta? Jú, þetta er það. Já, það er allir ljótið þeir koma fyrst út. Já. Er litli náðurinn búinn að kúka sortu drullunni? Já, það er búið. Það er búið, þetta er komin af fjörustíðinu. Hann er komin úr bygginu, sko. Ég er með flatköku með hangjökjötu hérna, mér langar ekki hérna. Já. Nú eru hægðirnar orðnar svona meiri grænar. Já, Öddi veit ekki að fyrstu hægðir barns úr kviði móður eru svartar hægðir, kjara. Viðurkenna að ég vissi það ekki og viðurkenna að mér er alveg sama. Það var rosalega, en það var bara smá. Nú er orðnar grænar hægðirnar. Og Öddi veit það ekki heldur að naflastrengurinn, stubburinn sem er skilin eftir og er bundið fyrir, hann svona líkþotnar og deyr og dettur af á svona 6-7 dögum. Ég kynnist þessu kannski einn daginn. Og það er svona rotnandi líkamslykt af naflastrengnum. Já, það er sonu minn, Bergþór, hann reif það bara af í gær. Já. Hann bara, hvað er þetta, mamma? Reif það bara af barninu. Það er vel gert. Á að það útrætt mál. Hann er strax orðinn öðinsökur út í bróður sinn, maður. Ég hef alltaf sagt að Bergþór, hann verður læknir. En Simmi, alltaf gaman að heyri þér við bara óskur allsins besta. Já, þetta muni eftir stráknum, gamla pappa. Þú ætti að gefa mér afmælisgjöf. Já, ég ætla að gefa þér eina fallega gjöf. Nei, það er nefnilega máli, Öddi gefur ekki gjafir, sko, en hann vill fá gjafir. Það er svona ekta ég. Þú fekk nú ríkala fast að 30-samæðisgjöf frá okkur strákunum. Já, ég veit ekki hana, hún var geggjuð. Það var ein uppáhaldsgjöf minn, en það er allt komið upp á vegg. Já, það er bara svona gjafir sem að, eru bara verðlausar, sko, það er ekki að setja verð á það. Já, ég veit það. Ég finn einhvern gutt sitt tvistandaði sem ég. Það er svo bensinstöð þetta. En það var gott. Takk fyrir að ringja. Ok, herðu, þetta var afmælisbarnið Sigmar Viljánsson, 35 ára gamall í dag. 1 af 2, svo er naglbíturinn líka maður. Já, hann var líka afmæli og hver veitum við heyrin í honum eftir. Það steytist í hitakleifan Kristrún Ösp, við heyrum líka mömmu og eitthvað. En næsta lag er, já, til eitthvað Simma. Þetta er eitthvað sem hann þurfti að gera alltaf þegar hann var úlingur. Það var að dansa on his own, það hafði enginn áhuga að dansa við hann. Þetta er sænsk pía sem að kalla sig Robin. Hvernig finnst þér þetta lag, Sveppi? Ekkert svona... Finnst þér þetta alltaf leiði? Ekkert sérstakt, sko. Það fannst það ágætt. Já. Ég sá að þú dillaði hausnum aðeins. Dillaði, já, nú meira svona hrista hausinni við eitthvað. En herðu, það, eins og við margóft komið inn á steytist í hittaklefum, við ætlum að bíða aðeins með hann. Það er mest núna, það er alveg sama hvernig maður hittir. Það er alltaf sama spurningin. Hvernig varstu skaupið? Já. Þú ert spurðið hvernig varstu skaupið. Þetta er svo yndislegt land. Já, og svo er enda líka, ég er búinn að hitta nokkra hérna í vinnunni og það er allavega 3 búinn að segja við mig, þetta grínast með hennar Gulda, maður. Það var svona, já, vá. Það var enda þannig þegar ég vaknaði morgun og fór út í bíl. Já.
mér leið illa á rassinum að setjast í leðrið á bílnum. Já, það var ógeðslega kalt. Ógeðslega kalt. Það er bara erfitt að halda utan á stýrið. Og það þarf að ræða þetta. Já. Og þetta kemur einhvern veginn fólki alltaf jafn mikið og óvart. Djöfull kalt maður. Já, það getur smá kalt. Ógeðslega kalt. Ég þurfti að skafa í morgun. Já, ok. Þú veist nú rúmlega að skafa, kallið minn. Ég er enda sko, þegar ég þurfti að skafa hérna í gær, hins vegar, það er eitt af versta sem ég lendi í. Ég þurfti bara að láta bílinn verið í gangi 10 mínútur áður en ég gæti fara að skafa. Það var svo rosalega þykkt fórstöðan. Klakinn. Já. Herðan, ég var að spá, ég og ekki bara spurja hlustendur FN95 blöð hvað þeim fannst spskaupið. Og ekki bara gera smá könnun, svona aðtuga hvað okkar hlustendur finnst, því að þetta er eins og ég sagði, þetta er svona sem er mest rætt, þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957 og segja okkur sveppa hvað ykkur, já, hvernig ykkur fannst skaupið. Við skulum að byrja hérna á fyrsta hlustenda. FN95 blöð, góðan daginn. Halló, FN95 blöð, góðan daginn. Mér finnst það bara hundleðilegt. Hundleðilegt, já. Heit Ljón Harður, hvað heitir þau? Robert, ég hringdi hérna þegar Logi var með. Já, ok. Logi. Já, ég heyri Robert að þú ert á 50-aldri. Nei. Hvað er þetta gamall? 9. Já, ok. Ég er í sófanum að spila. Hvað er þetta að spila? Í sófanum að spila FIFA. Þetta er FIFA, maður. Já, heppinn maður. Vel gert, hvað er þetta heima? Þú getur rúlað við. Já, með þú sveppi kíkja nær í eitt leik. Já, þannig að þið fannst skaupið ömulegt. Já, en má ég fá skala? Já, hvaða lag veistu? Komdu með Loga. Já, við hendum því á eftir. Og þetta Ok. skila það núna. Já, ég gerir það. Já, hann er að segja að spila þetta. Já, ok, vinnur. Bye bye. Gaman að heyri að Berti minn. Herði, já, hún fannst það ömulegt. Hvernig fannst þér skaupið? Já. Halló. Halló? Hvernig fannst þér skaupið? Mér finnst það bara gott. Já. Hvað heitir þú? Andri, Andri, hvað er gamall? ég er 13 ára. Já, það er eins og, þeir sem er aðeins svona eldri, þeim finnst það betra. Já, hann var náttúrulega Róbert á 9 ára og Andri 13 ára. Hvað segir, Andri, hvað fannst þér svona fyndið í því? Bara, hvað var þetta? Allt saman? Já. Já, allt drasli bara. Líka fannst þér fyndið þegar þau voru í bílnum, þarna Stingri Mjóð og Jóhanna. Já, taka. Já. Já. Já, mjög ánægð með það. Já, það var snill. Heyri það. Ég heyri það, sem að það fyndið maður. Herði, yes, takk fyrir þetta, Andri. Ok, bye. Ok, bye. Bye. Herði, ég er svona að vona að aldur fannig kannski að hækka það. Má segja FN95 blöð, góðan daginn. Herði, það Hvað segir þið, gamli? Hvað segir þau? Æ, hann skellt ágreið. Má sjá. Ok. FN95 blöð, góðan daginn. Herði, var hann ekki í útvarpinu? Halló, nú skellt á. FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Ég sé heldur gott. Nei, ekki, hvernig varst þið skaupið? Ég fannst það bara alveg merkjað. Er það máli? Já. Það var það nefnilega. Hvað ertu gamall? Ég er 16. Já, ok, þetta þannig að þetta, það er nú oft erfitt að gera ykkur úlingunum til geðs. Já, það er það. Þið eru ofsalega svona erfiðir. Og Já, svo stundum. Stundum, en þið fannst það fyndið. fóröldræni jafn sátti við það? Já, þeim fannst það helviti gott. Já. Hvað fannst þið svona standa upp úr? Já, það var náttúrulega... Það var Steingrímur og Jóhanna í bílnum. Já, í bílnum, shit, maður með í sér sá. Og mér fannst yfirbyrða atriðið þegar hann hendi egginn í hann. Já, Það fannst mér það actually sprakk í úladrið, sko. já, þegar hann var að, Gunni Hans var að detta á borðinu. Já, Líka þegar þeir voru að syngja, sko. Ólafur Ragnar, nei. já, hérna sjálfstæðisflokkurinn. Já. Já, gullamönnum. Já. Já. Það er oft þannig að stundum þegar maður er á horfskaupið þá veist maður vill að það sé allt fyndið svo þarf maður fyrir að rifja það upp og þá actually átt að maður sagði já, var nú margt fyndið þarna. Já. Mér finnst það svo að því að sko þetta er eitthvað svona lag sjálfstæðisflokkinn og hvað menn eru búin að bla bla bla. Ert þú 16 og er eitthvað að pæla í þessu? Nei, það er nú Ekki tanni. Nei. Bara samt svona sniðut? Já. Ok. Gaman að læra þessu. Ég segi það. Takk fyrir þetta, nú erum við að teka tömmu við út. Já, Ok, takk. Leiðir. Herru, þetta var 16 ára eða það sem við Sveppi köllum okkar elsta hlustanda. Maður sjá, FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Ég sé líka, en mér skautið svona að hafa þessi moment. Já. En þú veist, mér fannst það ekki, ég horfði á með ömmu minni sem er 85 ára og hún var ekki að skilja neitt. Hún var ekki að fíla það. Hún veit ekkit hver Áski Kolbeins er til dæmis. Ekki neitt, hún veist ekki hver neitt af þessu fólki var. Hún bara alltaf fattaði hvað bíladöti var, sko. Já, hún er... En þú, hvað ert þú gömul? Ég er 20. Þú ert 20, já. Og þið varst allt í lagi?
allt í lagi að hafa þessi moment. Mér varst flottast atriðið, seinast atriðið þegar krakkarnir voru að syngja. Já, dálítið huggulegt. Mjög fallegt svona. Það var svona, maður fætt pínu gæsa, sko. Mér finnst það töff. Þetta var svona svipað í fyrra, sko. Já. Og það er allt í lagi, sko. Mér finnst alltaf gaman þegar skaupið svona í lokin gefur okkur von. Já, það er líka svona tákgræn þú veist. Nú er framtíðin að taka við og eitthvað. Það var svona, mér fannst það flott, sko. En amma henni brjáluð? Nei, hún var ekki brjáluð, hún bara, hvað er hann að segja? Hver er Hún hefur bara farið út í miðju skaupi bara með tertuna og ég fann að sprengja. Var amma henni í því? Það hefur verið mjög fyndið, sko. Var amma henni í því? Guð, nei. Við vorum eiginlega hjá henni, þú veist, hún býr í svona aldrei að blokka. Já, ok, skilji. Nú, hvernig er stemmingin í svona blokk á Gamlás? Á Gamlás, ég meina þeir hittast þetta saman og fara að horfa saman flugveldana og svo fara að sína íbúðu fyrir hver og einn og horfa skaupið og svoleiðis. Þú horfa saman og... En er fólki, ég hef oft velt svona fyrir mér, er fólk að deyta og svona inn á þessum heimilum? Það er alveg fólk að reyna ömmu mína, sko. Já, það ekki, ég veist. Er þetta pínu svona allir með öllum eitthvað, eða? Nei, ég veit. Ég er alltaf svona bara, ég á bíl, ég get gefið far. Fá að skuttla gamlu skvísónum. Þetta er bara svo gamli söðukrökkur, þú ert maðurinn og þú ert bíl. Já, nákvæmlega, það er þannig. Það er ég fíla. Þannig að þið voru ekki nóg sátt með en þið fannst momentið? Mér varst að eiga því moment. Það var svona, maður hlóstundum og eitthvað, en þú veist, mamma og pappi var svona pínu eftir lagi og svo amma bara fatt ekki neitt að fóra að hita kaffi. Ok. Herðin, takk fyrir þetta. Ok, bye. Herðu, við ætlum að taka einn hlustandagi viðbót. Síðasti hlustandinn F95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þú voru að lakka í útvarpinu maður? Lækka, já. Herru, hvernig varst... Algjör hörmung, maður. Algjör hörmung? Já, ég þurfti að fara inn í næsta herbergi þess að vinkon mín var með litla stráki sem að horfa teiknumyndir sem öðru fóru til að jafna mig. Ok, þú verður mjög ósátt. Ég mæli með að þið sjá á næsta stund. Já, það myndi henda vel. Já, þá myndi þú sita fast. En hvað var svona liðlegt? Fannst þetta bara ekkert fyndið? Ég brosti ekki út í annað. Nei, það voru, ég ætla ekki að nefna neina öfn, en á mínu heimili það er allavega 2 manneskjur mjög sammálaðir, sko. Já, þetta var mjög vont, sko. Já, mér fannst svona eins og ég segi, mér finnst þetta eiga spretti. Það er náttúrulega svo erfitt líka að gera öllum til gæðu, sko. Það er akkurat málið, sko. Já, en ég vona að þið fá tækifæri til manna, þá verður örugglega fleiri fjöldi. Já. Það fíla það, sko. Takk fyrir það. Við hringjum í Palla bara Það var eina sem var alveg brjáluð. Herðu, við bara hérna óskuðir allsins besta. Já, Ok, takk. Bye. Herðu, já, þessi var ekki sátt með þetta maður. Nei, hún var brjáluð. Já, Hún kom fremur að horfa teiknumyndir. En er þetta ekki bara svona... Já, skaupið er bara búið og það eru, þú veist, styttist í páska. Já, við getum hætt að ræða það. Já. Herðu, þú maður fá hérna... Hvað erum við að hlusta á núna? Þetta er Þórunn Antoníu, einhvern veginn. Já, Það maður hlusta hérna Too Late og svo er það hitaklifin hér strax eftir þetta. Oh, hell yeah! Og það er Kristrún Ösp. Hver heldur að eigi þetta batsveipi? Það er spurning. Maður veit það ekki. Hver veit það? FM 957 16 bátum mánaðarins og kók á 790 Hlöllabátar. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. FM 95 Blöð er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredía lána sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról slættir úr körulunum. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það er rétt FM 95 Blöð á FM 957 og já, það er komið að föstum lið hjá okkur sveppa sem að heitir Hitaklefinn. The Hot Cell. Já, ef að það hjálpar einhverjum. Það er gott nafn. Já, nei, það er ekki gott. Það er hérna, frekar það gas chamber eða eitthvað svona. Já. Okay. En hérna, Hitaklefinn, við höfum alltaf verið með stjórnmálamenn eða fólk úr stjórnmálum í Hitaklefunum, en ákveðum að breyta núna á nýjári, við ætlum svona að mixa þetta eins upp. Já. Þannig að þetta verða bæði stjórnmálamenn og venjulegt fólk. Já. Já, reynda venjulegt fólk, alltaf einhver svona celebrity. Venjulegt innan gæsalappa. Já, og já, fyrsta fórnarlambið á nýjári 2012 er hún Kristrún Ösp. Þetta er stúlka sem að, já, flestir af okkar hlustendum mættu nú að vera byrjar að þekka, held ég. Já, þetta er stúlkan sem var í sambandi með Dwight York, knattspyrnumanni.
Og þau hætta svo saman og hún byrjaði með öðrum mjög frægum manni sem heitir Sveinn Andri og stjörnulögfræðingur. Og þau eru líka hætt saman og nú hún ólétt og það var, ég sá í fréttum í dag að það óléttu mynd af henni inn á Facebook þar sem hún búin að gera svona eins og stjörnunar úti, hún nakin. Þetta var sem sagt inn á pressunni.is fyrir fólk sem hefur áhuga að kíkja á það. Þannig að við ákveðum að ringja í Kristrúnu Ösp og fá hana í hitaklefann. Já, því það ýmsar spurningar sem þarf að svara. Já, bara margt sem okkur langaði að spyrja hana og við ekki bara setja þetta hérna í gang. Take it away. Já, halló. Já, það Kristrún Ösp? Já, það passar. Komdu sæl og ertu velkomin í hitaklefann. Takk. Hvernig fannst þér skaupið? Svar! Skemmtilegt. Hvernig fannst þér skaupið? Það var ágætt. Hvernig fannst þér að láta vera að gera grína þér og horfa á það sjálf? Það var frekar fúlt. Já, þér fannst það pirrandi, það ekki? Frekar. Alltaf hættu búin að sjá það aftur? Nei. Býrð á Akureyri? Já. Af hverju í andskotanum? Það best að vera hérna. Býrðu þar ein eða áttu kærasta Kristrún? Nei, ég á ekki kærasta. Ertu þess að á lausu? Já. Hvar Dwight York? Hann í Englandi. Sendi Sveinn Andri jólakort Kristrún Ösp? Nei, það var ekki svo gott. Þú lýgur því! Heyrður í honum? Já, reyndar. Jæja, hvað sagði hann? Óskaði mér nú bara gleðilegra jóla eins og... Það fallegt að heyra Kristrún Ösp! Já, mjög fallegt. Hvenær ertu sett? Í mars, byrjun. Og hver á barnið Kristrún? Já, ykkur kemur það nú eiginlega ekki við, sko. Hvort þetta strákur eða stelpa? Þetta er strákur. Eru einhverja líkur á þetta sér hálfbróðir Harveys? Nei. Þannig að það hvítt? Já. Á Sveinn Andri barnið Kristrún? Herði, ykkur kemur það nú ekki við. Að koma lítið lögfræðingur í mask? Hver tók nektarmyndin af þér á Facebook, Kristrún? Það Jónas. Hver í anskotanum er Jónas? Það mjög fær ljósmyndari. Hann þessi Jónas? Já, alltaf ekki. Glæsilegt! Í hverju ertu? Ég nú... Já. Þú ert allsber eða ekki? Nei, reyndar ekki, sko. Jæja, herðu, Kristrún, það búin að virkilega gaman að heyri þér. Hafa það sem allra best. Sömulegis, takk. Takk fyrir komin í hitaklefann. Takk fyrir. Bless. Herru, já, hún kom nú bara vel frá þessu stelpan. Já. Röddinni mér sko ekki eins góð og ná að vera eftir erfið jól og áramót. En þetta var hitaklefinn. Já. Og hún Kristrún Ösp, það ýmislegt sem kom í ljós. Já, það var ýmislegt sem kom í ljós og já, sko, ég endar í fíla, hún hefur húmor fyrir sjálfið sér, sko. Hún svaraði okkur og fóð okkur í hitaklefann. Hún nefndi að standa í þessu. Já, en hún svaraði okkur ekki með hver ætti barni. Nei. Þannig að við vitum það ekki. Nei, það annarkot skemmtilegi nobody inn á Akureyri sem að vera að deyta hann í smá tíma. Eða stjörnulögfræðingurinn Sveinn Andri. Já, allavega, við erum búin að komast að því að Harvey ekki að fara eignast hálfsískinni. Það nokkuð ljóst. Það raunverulegt. Manstu eftir Harvey? Ó, já. Ég held að þú hafi verið einn af hans stærstu aðdáendum sem. Ó, já. En ég ætla að setja á lag sem að, að gera allt vittlust þessar myndir. Sverrir Þór þriggja barna faðir, þannig að hann þekkir ekki þetta lag, en við hinn sem að kíkjum stundum út á lífið. Við erum orðið varfið að þetta lag að verða ansi vinsælt á skemmtistöðum bæjarins. Hlakka til að hlusta. Ég held að það sé ekki þitt kaffi. Fullur til að vilja þetta. Ég þurfti að vera fullur til að vilja þetta. Þetta þú veist, Sverri, ég er búin að segja það hérna áður og segja það aftur að þú náttúrulega verður átt á því að við erum ekki alveg á aldri hlustanda hérna á þessari stöðheldi. Þetta fínt kannski þegar þú ert að dauð og drukkin eitthvað að dansa. Já, ég meina, við vorum tvítugir og lífið lék við okkur og þá hefðu okkur kannski þótt þetta skemmtilegt lag. Já, ég er samt svona, ég farið stundum. Ég fyrir stundum með félagunum út að fá bjór og svona. Já. Þá vil ég alltaf fara bara á einhverja staði þar sem ekki spilu tónlist. Svo næsta bara svona. Já, það setja eitthvað staðar bara þar sem hægt að setja og spjalla og svona. Já.
Mér finnst það reyndar alltaf skemmtilegt líka, sko. Svo eru þessi vitlisingar. Já, svo þetta að fara þegar maður búinn að fá sér á aðeins svo mikið, þá veit maður að dansa þetta úr sér, skilur. Dansa bara. Dansa til að gleyma. En svo fer ég stundum, svo fór ég með þeim. Þeir eru svona, vilja alltaf fara á einhverja tónleika. Alltaf á einhverjum tónleikum. Það ekki gaman. Jú, það kannski gaman, en það ekkert gaman að sitja bara eitthvað staðar og það bara veist bara, hvað hljómsveit þetta? Þetta nýtt bandmaður, þeir eru rosa bjart framundan hjá þeim maður og hvað heita þeir? Já, þeir heita, veist, Loðin Úlpa eða eitthvað, skilur. Maður getur ekki tala saman, maður situr bara með bjór og bara horfir á einhverja svona unga hressa stráka í hljómsveit að spila og maður bara horfir og þarf að hlusta, maður ekkert að spjalla. Nei, ég á reynda mjög erfitt með að fara sko á tónleika ef ég þekki ekki eitt lag með hljómsveitinni. Ég verða svona, ég verða að vera allavega að bíða eftir slagarann. Já, og veist eins og þetta Icelandic Airwaves hana? Já. Það bara, ég forðast það eins og heitan eldin. Já, það hef ég reynda gert líka sko, en það náttúrulega til menn sko eins og Jón Gunnar Geirdal og aðrir sem að telja niður eins og þetta sé sko bara heimsendur á leiðinni sko. Já, bara shit hvað ég hlakka til að sjá hérna þetta band maður. Já, herru, Jón Gunnar var nú með eitthvað status á Facebook einhvern veginn það var bara shit, þú veist, brotin gluggi voru með þetta, ég hef aldrei skemmt mig að vel og yfir táfílusokk og eitthvað svona. Ég spurði hann bara, herru, hver face-reipaði þig? Og þá hringdi hann í mig og spurði hvort það var ekki lagið með mig. Já, mér finnst þetta. Þú ert að vera að það maður. Það var klikkaðislega gaman. Ég er mjög slæmu með svona sko. Já, en ég nefnilega sko, og svo líka fólk dyrka guskus, dyrka þau öll sko. Mér finnst alveg flott tónlistin og svona, en ég, veist, ég er það mikill lúður, ég myndi frekar vilja fara bara nýt dönsk. Já, ég líka. Það er nefnilega að vinir mínir segja að ég sé algjör fáviti sko, því að ég vil frekka bara hlusta á Vertu þú sjálfur með Helga Björns. Já, það er bara stemming. Vertu þú sjálfur, það er geðveikt. Ertu með það? Er ég með? Nei, þetta er ólíklegt. Ok. En ég er með Birdie People Help the People. Já, þetta er grínast. Það er snilt. Veistu, errindar, það er ok, hlustaðu nú þetta er ógeðslega fallegt lag og þetta er svona lag held ég sem að núna er fólk á leiðinni heim í bílnum, 10 stiga frost, þriðjudagur, fólk er enn að jafna sig eftir hátíðarnar, þá bara plana núna að borða eitthvað gott með fjölskyldunni og vera heima í kvöld, það getur hort á City Liverpool og bara fara undir teppi, bara sitja með fjölskyldunni og horfa á City Liverpool. Þetta er eitthvað rugglaður. En þetta hérna bara herrastu mín, komdu bara með matinn inn í stofu, það er að City Liverpool er að byrja. Þetta er alltaf svona, þetta er fallegt lag fyrir hlustendur og ég held með þess að sveipuðum minni hafa gaman að þið og hlustar. Já. Svona, þetta er cozy, það er ískallt úti sko. Hvað 10 stiga frost eða eitthvað? Það spáðu sig ekki. Bax á Facebook. Við gefum kassa af Bax á hverju föstudags- og lögudagskvöldi. FM Party í boði Bax. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín@fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfis í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Warner Bros. Shall we get to work? Sherlock Holmes 2. Crack eggs. Besti spæjari allra tíma er komin aftur. Breakfast is served. Oh, how I've missed you, Holmes. Sherlock Holmes, Game of Shadows. Komin í bíó. 11 tegundir af ís úr vél. Ísbúðin, Háletisbraut. Ódýrt í skólan með Griffli. Full búð af frábærum tilboðum fyrir skólan. Griffill, alltaf ódýrar. Bax Music Experience býður þér á tónleikarauðuna Skúrinn á Gauk á Stöng 4. janúar. Framkoma Smári Tarfur og Ilja og Eldberg. Nánar upplýsingar á gaukurástöng.is. Rihanna við lagið Te Amo. Án efa eitt leiðilegasta lag sem við spilaði hérna FM. Herru, þú segir þetta nú bara eftir hvað einasta lag núna. Nei, það var þetta lag. Lítið eftir hátíðarnar eða? Þetta lag sem þú leiði mér að heyra þarna áðan. Já. Þetta er eitthvað rosa hip-hop þarna. Já. Sem að þú segir að væri rosa mikið á stöðunum. Já. Ég hlusta á það. Það var ágætt sko. Nú, ok. En skilur þú ekki þannig að þú seti það á þegar þú ert að bjóða tengdóimat eða eitthvað? Nei. En nú veist, partylag. Já, svona þegar maður heldur party heima, skellir maður því á fóninn maður og þá er maðurinn í smá stund, skilur? Já, ok. En þetta finnst mér voða mikið bara svona, þú hlustar á þetta og hlustar svo er þetta bara Deo. Deo? Hvað
betur. Eða hvað sem hún er að segja þarna. Og það maður alltaf bara hugsa bara, shit. Þú vorum ekki að hlusta sólstrandaratagæðina, sko. Nei. Herðu, en við ætlum að ringja núna. Við vorum búin að tala um það að við ætlum að ringja til Bandaríkjanna. Við erum búin að vera að bíða eftir að klukkan verið 5 því að þetta eru 9 tíma musmunur þarna. Við vorum að ræða á hann við Sveppi að Anna Mjöll, hún fær harða útreið hjá lesendum TMZ sem er mjög vinsæl svona slúðusíða í Bandaríkjunum. Þar sem hún er kölluð gullgrafari sem væri nær að fá sér alvöru vinnu. Það er mikið verið að rakka hana niður af því að nú eru það að skilja og ég held að flestir vitum um hvað erum að tala. Við erum að tala um Cal Worthington sem er 91 árs gamall bílasali og Anna Mjöll sem er einhverjum 57 árum yngri en hún. Og í hans huga er ekki til neitt gamall bíl. Það er allir bara að segja það, heyrðu áttu eitthvað góðan gamlan bíl, þá var hann bara gamlan. Það er ekki, hvað er gammal bíl? Hvað er gammal bíl? En við ætlum að ringja, við svo eppum svona pæliði að þetta er inn á TMZ sem er svona mjög vinsæl slúðusíða. Ætlum við ekki bara að ringja núna til Bandaríkjanna og aðtöga hvort að fólk að það viti hver þetta er? Jó, af því að maður, sko, Anna Mjöll hún er búin að búa þarna í mörg ár og hún er búin að vera að syngja með einhverju jazzhljómsveit og hún er alltaf að gera eitthvað og búin að, þú veist, ég öfundana af því að hafa kjark til þess að vera bara þarna og bara að berjast fyrir draumum sínum, sko. Og það er eitthvað sem allir eiga að gera. En ég veit ekkert hvort hún er fræg eða, veist, hvað hún er að, veist. Já, ég er að hringja hérna í Hollywood Hotel, býta. Hollywood Hotel. Hollywood Hotel, maður. Veist, ætli fólk út á götu myndi, hey, oh my god, it's Anna Mjöll. Halló? Ok, hann hringir. Ekki líka að hringja okkur á bílasölu kannski? Jó, ertu með númer á þessu leys? Já. Endilega, maður. Hann, þetta bara, hvaða bílasali sem er. Hann ætti að vita hver þetta er. Já. Hvaða voða, okkur fáið ekki í gegn þarna? Þetta er kannski bílasölunni? Hvað er klukkan hann út í nú? 5, 9... 9 tíma mismunur? Nei, þetta er í LA, hvað er það, 7 tímar? Nei, það eru... Jó, 7 og 9. Það eru haugur að tíma, maður. Það eru voðalegt að láta okkur hanga hérna á línunni. Það prófið hitt, býtum. Það prófið þetta bílasölunni. Bílasalan Guðfinns, maður. Guffi er ekkert í þessu. Bílasala Guðfinns, góðan dag. Hollywood Hotel, Giselle speaking. How can I help you? Yes, hello. How are you? How are you doing? Good morning, good. Good morning, yes. Yeah, are you having a good day? I'm having a fantastic day. How about yourself? Oh, we're having a very good day as well. That's it. How can I help you? We were wondering, do you know a singer called Anna Mjöll? What is it again? Anna Mjöll. Anna Mjöll. It's a jazz singer. Yeah, she's got songs like Shoo-Be-Doo and other songs. Hello? Do you know her? Hello? No, I don't. But maybe you know her ex-husband. Do you know who Cal Worthington is? I don't. He is a car salesman, very famous. Sells cars and he's in the, commercials himself. I'm sorry. Okay, what's your name? My name is Giselle. Michelle. Giselle. Giselle. Oh, like the model. Yes, like the model Giselle Bundchen. Yeah. Yes. Nice. Are you working at the Hollywood Hotel? I sure am. Okay, so you know famous people? Very seldom. I really don't mind them. Yeah, okay, but you've seen a lot of famous people, right? Yeah. But you don't know who Anna Mjöll and Cal Worthington is? No. Okay. No. He's 91 years old. He's 91 years old and she is 50. She's 45. Yeah. I have no idea who Do you think that is disgusting? Why would I think that's disgusting? Because of the age difference, it's 50. I'm sure there's not much going on there anymore. No? Do you think she started with him just because he has money? Most likely. Most likely, yeah. That's what our people think. Yeah. Yeah, but maybe it was love. But you never heard of her? I've never heard of her. And you never heard of this? Have you heard this song? Shoo-be-doo, shoo-be-doo, take. It's Eurovision Icelandic song.
She's from Iceland. No. Okay, do you know Björk? Which one? You know Björk? Yes, I know her. Okay. Yeah, I met her in Österstræti for a couple of days ago. Really? Yeah. That's true, in Iceland. Do you know Sigur Rós? Yes. Okay. Can you please hold for just 1 second and I can go ahead and answer more questions for you, okay? No, it's okay. It's okay. You're off the hook. You're off the hook. Okay. Thank you, Giselle. You have a wonderful day. You too. You know what time it is here? It's 5:15. What time is it at your place now? 9:20 a.m. 9:20 a.m. So okay, I can tell you now because it's 20 minutes past 5 here. It's gonna be a good day. I hope so. We know it because the day is almost over with us. Bye. Later on, Giselle. Herðu, hún hafði ekki hugmynd hverð þetta Nei. Hringdi í bílasölu. Já, ég tók hvort að þeir vita. Þetta sko málið það er sem ég var nefnt að ræða hérna í gær við félaga minn. Ég held að, þú veist, þau eru hvorugt fræg, sko. Já, það er náttúrulega svo margir hérna frægir, sko. Já, en ég ætla að hringja núna á bílasöluna sem hann á, sko. Já, fjandinn hafi það, þeir veit ekki hver eigi þetta. Samt eru svona sumir bílasalar. Já, ég meina bílasalinn heitir Cal Worthington, sko. Já. Það sjá. Ég sjá hérna myndir af Steven Tyler hérna, vinni einum. Já. Hann bara eins og einhver, hann hún ógeðslegur. Hey, thanks for calling Worthington Ford. Now, if you know your party's extension, you can dial it right now. Now, if you need the sales department, just press 0. For fleet sales and commercial vehicles, press 2. For internet sales, press 3. For service, press 4. For parts, press 5. Press 6. Hey, if you need help, just press 0 and our friendly operator will help you. Hey, thanks again, and we want to talk to you. We love you. Þetta var hann? Já. Þetta hann sem talar? Já. We wanna talk to you. We love you. One moment, please. One moment, please. Já. Þetta er þess að bílasalunars Cal Worthington sem að var að skilja við. Frúin hlær í betri bíl. Bílasöl. Yes, hello. How are you doing? Good, yourself? Oh, very good. Very good. How are sales today? They're okay. How can I help you today? I'm looking for a car. One moment. No. Hverju sagði þetta maður? Ég veit það ekki. Við erum að leita bíl. Já, býta aðeins. Hverju bjóstum? Bílasala. Þú ert að leita bíl, já. Ok. Augnablik. Ætlu að fara beint í, spyrja bara beint út í hvort það vitur. Já, við skulum ekkert eitthvað titt. Ekkert svona, hi, how are you? Hi, how are you? Just kidding. The owner of this shop, is he there? Cal Worthington, he's not there, is he? No, he's not here today. No, do you know who Anna Mjöll is? Do I know who? Anna Mjöll? No, I don't. Have you heard about her? No, I don't. She's a jazz singer? Something like that, I'm not sure. Yeah, she... Are you here did you want to buy a car or no? Yeah, well, I'm looking for a car. Okay, what kind of car are you looking for? Did you know that they were married, Anna Mjöll and Cal Worthington? You know what? I have no idea. Did you want to buy a car or you want to find out information about him? I want to buy a car. Actually, we are here in a radio station in Iceland. My name is Sveppi and this is Ötti, and we were talking about the owner of the car sale, Charles Worthington. Cal Worthington. Yeah. Let me transfer to the operator and she can give you somebody that can help you with that, okay? Okay, let's do that. Takk fyrir það. Thank you. Á, þetta alltaf stemming, man. Að bíða á línunni hjá, hvað heitir hann, Karl? Worthington Ford. Yeah, Worthington Ford. Hello, my name is Arden Blondell. People call him Audi, and like the car. And this is a car sale, which is a funny thing. And this is my friend Sverre Thor Sverreson, and his people call me Sab. Sappy. Sab. We were wondering, do you know who Anna Mjöll is? Do we know who? Anna Mjöll. Do you know Worthington? You know the name of your car dealership? Well, yes, my dealership is Worthington, yes. Yeah, and that's because of Cal Worthington, right? That is correct. Yes. Did you know that he's having a bad divorce now with a lady called Anna Mjöll? No, I do not know anything on that, and there's a lot of age difference there. Sir, I'm not going to comment anymore. This conversation. There's a lot of age difference. Do you think she's a gold digger? Have you heard about Anna?
Skelltur á. Já, fókt. Þetta var, En þú heyrir að það allir bara, ég veit ekki þetta mál, það allir skýta, veit allir örgulega á bílasölunni hver hún og svona. Nei, samt, það komið pínu óvart að fólki á bílasölunni vissi ekki eins og einhver annar mjöld er. Já, kannski segir það bara, ég veit ekki hver þetta bara til þess að vera lausu vandræði, því að svo kannski kemur hann 91 árs, bara, heyrðu, hvað varst þú að segja eitthvað? Ekki neitt, sko. Hann að segja eitthvað mikið? Ég veit það ekki, maður. En við reyndum. Það verður ekki tekið á okkur. Þetta er mækin hérna. Þú maður hlusta á fallega tóna frá... Hvað er þetta, Sveppi? Ekki hugmynd. 957, Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Ertu kvikmyndagúru eða bíónörd og þekkirðu línur úr þekktum bíómyndum? Kvikmyndageturinn er alla mánudaga. Life was like a box of chocolates. Þú geti nælt þér í 5.000 króna inneign hjá filma.is. Morgun þátturinn Magasín, virka mótna klukkan 7. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. FM 957. 3,6 milljarðar. Varst ekki örugglega búin að bjóða þeim í heimsókn á nýja árinu? Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Í janúar tilboði 10.11. Við fögnum nýju ári með frábærum tilboðum. 10.11. Alltaf opið. Ég Ritz og Sveitin. Fyrst ég í jólastuði ætla ég að bjóða átjárpítsu með 3 álíkstegundum að eigin vali og 2 litra Pepsi á aðeins 1790 krónur. Hringdu núna í síma 577 7000. Því eldbakað er einfallega jólalegra. Á morgun býður Iceland Express fjölda flugsæta til London og Köpen á frábæru tilboðsverði frá 12.999 krónum, aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Fylgstu með á icelandexpress.is. Skiptibókamarkaðurinn er komin á fullt í A4. A4 Smáratorgi. Skólavörubúðin þín. FM 95 Blö er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkerón gerir þið ekki skolloppan. FM 95 Blö. FM 957. Herðu, þið eruð að hlusta hérna á FM 95 Blöð. Sveppi Krull, þriggjabarnafaðir er hérna með mér. Fyrsta sinn sem að þú ert í þessum þætti sem þriggjabarnafaðir. Já, kallið minn. Ég og allir hlustendur óskuðir til hamingju með það. Æ, takk. Talandi börn og fjölskyldur, þá hefur það verið, liður hjá okkur Sveppa hérna í þessum þætti að hringja í móður mína. Af því að það gekk svo vel hjá Sim og Jóa, mamma hans var svo vinsæl í þættinum. Hún er eiginlega hægt að svara okkur, við náðum ekki á henni síðast til dæmis. Hún skellir ofta á. Já, en svaraði okkur í dag. Já, hún svaraði í dag. Við lentum á því að hún var að keyra og þá bara rífur hún í síman og svarar. Já, á þess að kíkja. Já, við ætlum bara að heyra núna þegar við hringdum aðeins í hana múttu og ætlum svona að tekka á henni á 9 ári. Tjekkum að stemmingunni. Halló? Mamma? Já. Æ. Hvað segirðu, Índaskan en þú? Herri, ég er góður bara. Jæja. Hvernig voru jólin? Jólin voru rosalega fín bara. Þetta er sveppalingurinn hérna, maður. Nei, sætlega, sko, það gleðilegt ári. Já, sem að leiðis, maður. Hvað er að frétta? Hvað sér þú? Hvað er að frétta gömlu, maður? Allt líka svona rosalega fín. Hvað er að gera akkurat núna? Ég var að koma úr bankanum og borga reikninga. Já, þú fer hlæjandi í bankan, skilst mér. Hæ? Þú fer hlæjandi í bankan? Já. Jæst og blöð þegar ég þarf að borga reikninga. Já. En ertu ekki með heimabanka eða? Nei. Nú, þú ert bara fætt 1930 eða? Þú veist að það er komið svona ótrúlega sniðut í tölvunniðinni að þá getur þú bara farið á netið og borga reikningana. Já, það er þannig. Það er smá sniðut. Já. Þú svona eins og gamla fólkið þetta? Það er hringja alltaf í mig ef ég er á keislu. Hvað segir þau? Það er rosalega heppnum með að hringja alltaf í mig þegar ég er á keislu. Það verður ég að svara ykkur. Það sér ekki hver að hringja? Nei, ég fór ekki að kíkja síma. Ég var að fara á veginn. Hvert er það að fara? Ég er að fara til í Hafnarfjörð. Já. Manstu rúm að spila áramótin? Já, ég man það. Já. Hvað voru að spila? Við vorum að spila Alias og Action og annað. Múta er fín í spilum þar til hún er búin að fá sér aðeins og mikið glas. Já, þá getur hún ekki ræða það hver fjast sér of mikið. Það fjölskylda bara döða drukkin að spila áramóti. Það var þetta, ég var það var spilað til 4. Já. Þetta var harka. Það var harka í þessu. Það er vel gert. Og hvernig, vannstu að tappa þér?
Ég bæði var nú tappa, við unnum nú veittir. Nú, já. Og saman í liði, já. Og mjög fræði með það. Mundurðu segja mútt að ég væri besti spilamaðurinn af fjölskyldunni? Nei. Ekki? Það myndi ég aldrei veikjana. Hver er bestur? Hver er besti spilamaðurinn? Ég vissi bara að mjög jöfn. Það 0 þannig, sko. Er hann best? Þið trúið ekki að sé bestur á nötti? Nei. Nei. Jó. Hann það ekki Sveppi, hefur ekki spilað við hann? Jú, ég spilaði við hann, það er óþólandi. Já. Það er alveg sama hvað er drýpur á. Ég gerði systur mínar geðveika núna þessi áramóti. Þú ert fljótur á því. Já. Hann bara leið mættir. Já, svo fekk ég Símon, einn besta vinn minn, þú þekkir hann. Já. Hann mættu, við gerðum samning þegar hann komum að hann væri svona jámaður minn og meðist þegar ég var að pissa og alltaf svona, þá var hann alltaf að segja við Dæi og yngri systur mína, shit, hvað Uddi er góður að spila og hún bilaði. Við vissum að Símon væri á launum hjá Udda, við vorum búin að komast á því. Og hvað var gert á Gamlás? Við vorum að spila. Nú var spilað á Gamlás, já. Já, Gamlás, langt fram á nótt. En á Nýjás, hvað gerir á Nýjás? Nýjás? Herri, ég lág nú bara í leti, ég átti að fara að vinna klokkan 6 á morgunni, þannig að... Já, ok. Ertu með eitthvað sem þú ert búin að ákvæða og ætlar að gera 2012? Eitthvað sem ég er búin að ákvæða að ég ætla að gera? Já. Nei. Er ekkert eitthvað svona, árið 2012 þá mun ég... Nei. Nei, ok. Ekkert áramóta heitt. Engin áramóta heitt, nei, því þá er ég ekki að brjóta neinn heitt. Nei, það er líka kjaftaði þessi áramóta heitt. Já, mér finnst það algjör kjaftaði. Ég er ekkert í því. Þú ert lausið það. Ég fíla það. En þú er ekki gott Sveppi minn? Jú, ég hafði það yndislegt maður. Það ekki? Hann eignaðist barn? Og til hamingju með soninn? Já, þakkaði fyrir maður. Já, gamli punkar þessu út. Já, ekki að spyrjaði maður. Gamla, hún má ekki snúa sér við, sko. Þá er bara sett í gang, maður. Það er alveg ótrúlega, þú eru búin að gera það 3 ára og allt eignast barn. Já, hugsa það. Finnst þér ég meiri aumingi en Sveppi, mamma, því að ég á ekki barn? Já. Nei. Lítur þú stundum á mig að segja sjá en að ræfi, allan ekki að fara að eignast barn? Nei. Hugsar aldrei, hverju er Uddi ekki eins og Sveppi? Nei. Ég er að keyra, ég má eiginlega ekki vera að ég vera að tala við ykkur. Nei, ok. Hún er samt búin að vera dugleg núna, þú er aldrei talað mikið við okkur. Nei, nákvæmlega. Já, það hefur svona nýtt ár. Já, svona stemmingsár. Fyrst að ég svaraði annar borð. Já. Nýja ári byrja vel, greinlega. Já. Við heyrum í næsta þriðjudag. Þá erum við tilbúið með einhverja vísu. Já, nú þurfum að fara að búa til góðan lið úr þessu. Það gengur ekki og setja alltaf svona neikvað og þunglindu við okkur. Vertu tilbúið með eitthvað good shit. Ég er ekki þunglind. Vertu tilbúið með eitthvað good shit, mamma, ég heyri þér. Ok, skan. Ok, sætt það. Bye. Herðu, hún bara spjallaði, hún er hress á nýjári. Já, hún var mjög hress núna. Já. Og það er best að ná henni þegar hún er að keyra, sko. Það veit að því að þá getur hún ekki, þá kíkir hún ekki á síman, hún svarar. Já, bara svarar hún, sko. En, já, fyrsta sem ég ætla að gera þegar ég hitt hana núna í vikunni er að kenna henni á heimabanka. Hárið, tjör. Er maður sem heitir Pitbull. Það eru nokkrir sem að stjórna þessum þætti sem að dyrka hann einhver. Er það þessi sköllótti gæði hérna? Já, ég er ekki að fan. Ég er ekki að Pitbull fan. En hann á sér stóran aðdáendahópinn á Íslandi. En herðu, Sveppi, það var að koma hérna inn, hvað heitir þetta? Mannlíf. Mannlíf, maður? Já, það er sem sagt verið að hvetja Íslendinga til að fara meira á stefnumót. Akkur í anskotum? Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað svona áðist upp á menninguna á Íslandi og... Date-menninguna? Já, date-menninguna og veist, svona date-menningar vist miklu algengar í öðrum löndum en Bandaríkjunum. Nei, hérna öðrum löndum en Íslandi, eins og Bandaríkjunum og öðrum. Og hérna er svona verið að kenna fólki, og hérna stendur bæði fyrir byrjendur og fyrir lengra komna. Og ég fór svona að lesa þetta hérna, sem sagt, ok, ef það er einhver satt núti sem að vilja bjóða á stefnumót og hvað það er að gera fyrir byrjendur, þá er sem sagt, þá er að hvetja ykkur að fara að skauta. Ok. Og það stendur þetta sérstaklega eru bæði klaufaleg og kjánaleg, uppliðinu verður þá sameiginleg og þeir geti sleppt í að vera vandræðaleg. Stelpur fíla sjaldnast að vera einar að vera kjánalegar og detta á rassinn, þannig að þetta hentar mjög vel eða þú veist, þú ert klaufalegur. Þetta er svo flott. Það er ekkert opið bara í skautaöllinni til minnandi, sko.
Það er ein skautöll í Reykjavík. Þá er verið að tala að fara 8 leitið ekki? Það er loka bara klukkan 8 í skautöllinu. Hefur þú farið með Íris og skauta? Ég farið bara með familíun og skauta, sko. Já, svo er hérna uppistand. Já. Hláturinn lengi lífið, segja spekingandur. Þessa mundir mikil vakning meðal íslenska grínista á þessu grínformi og því kjörið að skella sér uppistandskvöld. Óformlegar aðstæður og mjög öryggar. Engum finnst leiðilegt að hlæja. Já. Ok, en þetta samt eitthvað sem að þarf ekkert að koma í blöð. Þetta bara, ef þú ert fáviti og veist ekkert í þinn haus. Þú veist, ef þú ert tvítur að hitta einhverja gælu og býður henni bara í bíó og fer með hann og skauta, eða skilu, það þarf ekki að shit, ég er að fara á stefnufót, hvað á ég að gera? Já, það er enda samtur einhverju tvítuði strákar að nútisveipi sem veit ekki hvað er að gera. Þá eigar ekki verið að fara, þá eigar ennþá bara að vera heima í, veist, á RedTube. Þannig til að átta sig á því hvað það er að gera. Á satna hlandi? Já. Það segja svona. Nei, ég veit, það er svo stendur hérna út að borða kaffihús, þetta segir sér nú sjálft. Þeir eru 2 út að borða þannig að treysta, já, þú ert að treysta og hafi nóg að tala. Ég myndi alltaf ráðleggja fyrsta date á alltaf að vera lunch. Lunch? Já. Jálfunni? Já, klukkutími. Ég er einhvern veginn svona gauð sko... Fyrsta date. Fyrsta date á eiginlega vera bara bíó. Nei, þá ertu bara, þú getur annars að hitta í bíó. Nei. Þá þarf ekki að tala. Nei, nákvæmlega. Þið hittist, ræðið saman, talið saman í bílnum og svona. Svo bara farið í bíó og þá getur aldrei kjafti í 90 mínútur. Akkur viltu halda kjafti á meðan þú ert á deiti? Svona fyrsta date, kannski vandræðilegt eitthvað, ég veit það ekki. Nei, ég myndi mæla með lunch. Já. Það er bara svona, heyrðu, ef að hittast í lunch, ég ætla að bjóða þér inn í sushi eða eitthvað, skilur. Já, aðeinslegt, já, ég er á svo fund klukkan 1, þannig að, veist, ég getum tekið klukkutíma. Klukkutími segir ótrúlega margt, þá er bæði dagur, bjart úti og svona, veist, allir svona ekkert eitthvað uppstrílaðir, þetta er allt svona pínu lús, fá sér smá sushi eða, veist, eitthvað að kjafta þig, sko. Og þá nærðu alveg klukkutíma í spjalli, en það góða við það, þú veist, þú þarft ekki að hugsa eitthvað svona, hvað er ég að tala við hana næst? Klukkutímin er fljótur að líða og svo ertu að fara aftur í vinnuna, og þá veistu svona nokkurn veginn hvort að þetta sé. Svona quick and painless, það er ágætispunktur í það, sko. Það er hérna svo... En ég hef aldrei farið á stefnumót á ævinni, sko. Nei, svo hérna... Ferð þú á stefnumót? Nei. Ertu á lausu? Ég fer ekki á stefnumót. Ertu á lausu? Já. Ertu á lausu? Hvað er að þér? Ég er að spyrja því, maður. Besti vinn minn, hvað... Þú ert að lausu? Nei, ég veit ekkert hvað gerist í fyrra. Ég nenni ekki alltaf að ræða það hérna í þættinum. Nei, þú ert að ræða fjölskylduna mína. Við erum að ræða það, ég er komið með barn og við ræðum allt milli heims og jarðar hjá mér. Nú ræðum við aðeins Auðun Blöndal. Já, flott. Þú ert að lausu? Já. Hvenær fórstu síðast á date? Maður einhver ár síðan. Það er svo fint að sjá svipina og svo... bara svona eins og sé ekki að hneikslar í sig að tala um þetta. Nei, ég er ekki hneikslar að því. Ok, það sem ég er að segja er, það er, þú veist... Date, þetta er svo astanett á Íslandi. Ég held ég að ángríns fara á 2 date yfir ævinum. Ég er 31. Já, maður er ekkert mikið að deyta hérna á Íslandi. Nei. Þetta voru mikið bara svona, hei, var ég búinn að sofa hjá þér? Nei, cool, ef að fara í bíó. Það er kannski ekki alveg þannig. Þannig var þetta hjá mér, gamli. Hefur þú farið á stefnumót eða? Stefnumót? Já. Nei, þannig sé ekki, sko. Stefnumót, það er svo aðstöld að kalla það. Maður hefur alveg búið stelp í bíó. Já, nákvæmlega. En maður er ekkert eitthvað, ef að koma á stefnumót. Það er bara date. Já, það er eitthvað svona plebbalegt bara, þetta er plebbalegt orð. Já, það er hárið eftir þér. Nei! Bruno Mars. Hver er það? Já. Þetta er vinnur okkar. Herðu, það er gæsað, alla línuna. Hækkið í útarpinu og lokaðu augunum, þóttu sig að kæra. Ég ætla að velja bara eitthvað lag næst sjálfur. Þetta var Bruno Mars, It Will Rain á FM 957. Þeir að hlusta á FM 95 Blö. Þeir að finna sjómli, þú að spila sjómli, maður. Sjómli, við getum endað eitthvað skvættir. Já. Herðu, maður sé okkur heyrist það þá svona hátt í þessu. Herðu, það er nóg framöndan hérna í vikunni á FM 95 Blö. Við Hjörvar verður sennilega með Múkisson á 50-daginn. Já. Hann var valinn maður ársins af hlustendum FM 95 Blö. Nú er það? Já, eina er það, sko, ég var búinn að lofa hann með einhverju gjöf og eitthvað svona, svo, veist. Þú ert alltaf að lofa einhverju í ermina sem getur ekki staðið við. Hvað er að þér? Ég lét eins og þetta hefði verið, þú veist, svona löngu plana, sko, og það væri velun og svona, þannig að, veist, en ég bara alltaf að spyrja þig hvað ég gefa hann mér velun. Já, ok. En hérna, hvað ætlar að gefa honum? Ég veit ekki, hvað gefur maður mönnum sem eru valinu menn ásins? Hvað er köpa? Bikar, medalju. Já, bikar. Bara maður ásins, medalju. Já. Svo er þetta svona maður sem þarf ekki neitt. Nei, hann virkar voðalega hambúl og kurtis eitthvað. Topp náungi, sko. Já, ég held að hann var líka valinn maður ásins á bylgjun eitthvað, hann er bara, þú veist, syndandi ykkur velunum maður. Já, en maður ásins, sko, það er náttúrulega,
Það er eiginlega best, ef þú ætlar að vera valinn maður ársins, gera eitthvað í nóvember og desember sem er eitthvað legendary, sko. Það man enginn eitthvað janúar, februar, mars. Þetta er nákvæmlega málið. Veist eins og gefa öllum frítur tónleika eða eitthvað svona, sko. Og gera seint á árinu. Já. Heldurðu... Bjarga mannslífi. Heldurðu þú getur einhvern veginn orðið maður ársins, Sveppi? Ég? Já. Ég geti vel orðið maður ársins. Já, eitt árið, maður. En hvernig, veist, ég hef aldrei talað við Múkisson, hvernig típa heldur hann sé? Náttúrulega ísfiskur brjálæðingur, sko. Já. Hann er vinur, veist hvað P.C. Max smiður er, vinur minn. Já. Þeir eru vinir, sko. Já, ok. Þannig að þetta er svona þannig típa. Ég ætla að vona sig ekki líkur Pétri Magnússon samt við. Þú þarft að vera hérna með kippa bjór til þess að koma honum í gýrin. Ég veit, gefðu honum bjór, verið með bjór hérna. Á 5. daginn? Já. Þú veist náttúrulega janúarblöðan, ég er hættur að drekka núna. Já, ég meina þú getur gefið honum bjór. Það finnst mér bara töff. Ok, kippa bjór fyrir að vera maður ársins. Já, hann er ísfyrringur. Þetta var líka sko ára hlustendur okkar sem völdi þetta. Já, það er magna sko. Já. Sem að, heyrðu, ertu ekki þá með eitthvað Múkisson lag? Er FM að spila Múkisson? Já, hann fyrir að spila hann sko. Hann var að spila hérna á eldhúspartíinu og það eru flott Múkisson lög hérna í gangi. Hann er nettur gauð sko. Hann er mjög nettur. En ég var að spá í hérna, já, svo er Eiður Smári, hann náttúrulega morgun. Já. Þannig að það eru góði gestir á leiðinni í vikunni hjá FM 95 Blöð. Byrja þetta ár með látum. Halti Grekkin. Halti Grekkin, Herðu, hann er ennþá draghaldum maður. Já. Spyrjum út í það, hvað er frétt að löppinni og svona. En það er komið að lagi núna sem að, Sveppi, þú getur ekki rakað þetta niður því að þetta valdi ég sjálfur. Já. Þetta finnst. Hefur þið smakkað nammi sig? Ísbúðin Háaleitisbrauð. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 5 því. Nei, ég meina 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Skiptibókamarkaðurinn er komin á fullt í A4. A4 Smáratorgi. Skólavörubúðin þín. Á Subway er bátum mánaðarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. FM 95 Blöð er í boði. Smálán Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Það er réttir að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Fyrsti þátturinn á 9 ári. Við Sveppin er búin að sitja hérna frá 4 í dag. Já. Farið yfir víðan völl. Já, því lík stemming. Kristrún Ösp var í heitaklefanum. Fyrsta sinn sem er ekki alþingismaður þar á ferð. Já. Þetta verður allt komið inn á vísi eftir smástund. Við heyrðum í, bílasölunans Cal Worthington. Já, við heyrðum í Simma, ammælisbarnið. Já, og við heyrðum í Múttu og þannig að það er búið að fara yfir víðan völl. Ég minni aftur á þáttinn á morgun, þá verða ég og Pétur Jóhann Sigfússon hérna og hann er búinn að búa til einhvern nýjan leik sem hann ætlar að kenna mér á morgun. Já. Og kallar það söngvaleikinn. Svo kemur Eiður Smári Guðjónsson í spjall til okkar. Svo á 50 daginn verða ég og Hjöppi hérna og þá fáum við væntanlega Múkisson í heimsókn. Þannig að það er nóg framundan hjá FM 95 Blöð. Settin vika, maður. Já, en hvað varst að segja? Varst að segja að við ættum að styðja bara önnum öll? Já, ég fór svona að hugsa þetta, sko. Ef það er eitthvað sem ég væri til að gera á 9 ári, svona áramótaheit sem ég þoli reyndar ekki, þá er það að hætta að dæma fyrirfram. Já. Skilu, ég er ótrúlega fljótur að dæma. Ég segi bara Anna Mjöllmann, djöfull er hún mikil aumingi maður, bara byrja með einhverju gömlum kalli bara til að heyrða á honum penningana. Svo veit maður ekkert hvað maður snýst. Nei, maður bara að segja, það er miklu betra að kýla á hlutina. Hvað er maður líka oft sagt eitthvað, svo þarf maður að kynnast manneskinu, þá er þetta bara eitthvað algjör snillingur. Já, ég er bara að segja svo mikið af fólki að það séu fávitar. Svo kynnist maður í, og þetta eru bara fínir gæðir. Skilu. Og Anna Mjöll, auðvitað hún að giftast þessu gæja. Hún á bara að gera það sem að hana langar til að gera. Einmitt, og þá eiga öllum bara að vera drullu saman. Hugsaði þegar hún er orðin 91 ás og hann er orðin 173 ára. Já, þannig séð. Skilur, og hún hugsaði tilbaka. Vá maður, ég mann þegar ég var 40 þá giftist ég gömlum kalli, mann. Það var snild. Í staðin fyrir að vera að hugsa bara, ég gerði ekki neitt. Það er betra að gera hluti og sjá eftir þeim heldur hann að sjá eftir því að hafa ekki gert neitt. Það er hárrétt, Sveppi.
þetta bara það sem að fólk á að muna. Gera hluti og sjá eftir þeim. Heldur hann að sjá eftir, ekki grípa fram fyrir mig, heldur hann að sjá eftir því að hafa ekki gert neitt. Takkið þetta með ykkur á kottan í kvöld, kæru hlustendur. Sko, ég er að spá að gera núna 9 ári. Nei. Alltaf einhver nýtt í hverju mánuði. Æ, þú ert svo fremlegur. Gubbum. Það er samt margir sem segir þetta, sko. Ég veit. Alltaf að gera eitthvað nýtt í þessu mánuði, ok. Fyrsta sem ég gerir nýtt í þessu mánuði, eldaður ekki með maður þetta. Herru, takk fyrir hlustuna, heyrjumst á morgun.